Húsa.is, húsasmiðjan. Já, komið þið sæl. Í gær voru hámarkshitastölur að slá nærri 20 stigum og gerði það á Norðurlandi, en í dag var það nú á Vesturlandi þar sem hiti var að mælast hæst og hann var að ná 18 stigum og nokkru stöðum hér vestan til á landinu. En staðan svo að við vorum með lægð hér á milli Íslands og Noregs, getum við sagt, í dag, og lægðardragsin liggur hér vestur eftir með suðurströnd landsins. Og svona norðandragsins þá því austlæg eða norðaustlæg átt, og þannig verður það meira og minna hjá okkur næstu daga. Svona þessi lægðirinn að verða meira og minna í komandi viku, athafnleysi hér suður af landinu, og því verður vindátt að megninu til austlæg, og hún verður nú svona að mestuleyti þokkalega mild, allan að ættu að vera að fá nokkuð heiðarlegar hitatölur svona deginu til hér vestan til á landinu. Gæti verið að slá í svona svipaðar tölur líkt og í dag, en þar sem vindur stendur að hafi á norður- og austurlandi þá verður ónefnilega öllu svalara. Og við sjáum það svo sem í hitatölunum þegar við förum yfir þau kortun eftir. Hér sjáum við stöðuna þá klukkan 19. Það þetta drag hér með suðurströndinni, nokkuð ákveðið norðaustanátt hér úti fyrir norðurströnd landsins, einhver úrkoma hér austanlands, minna í öðrum landslutum, en svo virðist vera þegar líður á nóttina þá fáum við inn svona meiri ákefð í úrkomunu á norðaustur og austurlandi, en í öðrum landslutum verður þetta nú svona nokkuð svipað áfram. Klukkan 14 á morgun sjáum við þá að hitatölur svona 10 til 15-16 stig hér sunnan og vestan til á landinu, en við sjáum að þetta nú svona nokkuð víða undir 10 stigum þá á norðausturhorni landsins, þar sem að rigna mun nú svona nokkuð drjúgt þegar þessi bakki fer yfir. Og frá miðjum morgundegi og fram á þriðjudag þá verður þetta nú svona nokkuð svipað áfram. Það svona þyngra yfir á austurhelmingi landsins. Geta komið bakkar hér inn öðru hvoru inn á Vesturlandslandi, og við sjáum það hér miðjan dag á þriðjudeginum, og það virðist alltaf verða raunin allan hér á suðvesturhorninu, að það getur ringt svona lítillega og slitrótt tíma á þriðjudaginn. Það hefur eðlilega þá einhver áhrif á hitatölur hjá okkur hér, sem verða þá meira svona nærri 10 stigum, ætti nú að vera þurrt bæði norðan og austalands svona að megninu til, og ef ekki, og eitthvað eilítið hærri hitatölur. Og áfram heldur þetta nú svona á svipuðum nótum fram til miðvikudags, eins og við sjáum hér. Það ætlar að liggja hér bakki rétt suður á landi, hann gæti svona slæðist inn á ströndin og gefa af sér einhverja úrkomu, og einnig við búið að verði eitthvað þétting í fjöllunum hér austanlands. En á miðvikudag á hádegi þá spákortan að gera ráð fyrir þessari stöðu. Hittir svona almennt séð eitthvað í kringum 10 stigin austanlands og jafnvel hér með suðurströndinni. Annars fer þetta væntanlega nær 15-16 stigum, og svona helstu vonir til þess að það sjáist eitthvað sólar þá á norðvesturhorni landsins. Og síðan sjáum við á fimmtudaginn að þá verður þetta nú svona nokkuð svipað áfram, en svona heldur meiri ákefið í þau, fáum meiri raka hér inn á austanvert landið á fimmtudaginn, og það geti jafnvel gengið eitthvað vestur yfir landi þegar líður á þann dag. En í Evrópu þá sjáum við að spákortið fyrir morgundaginn að gera ráð fyrir þrumuveðri bæði í Oslo og Kaupmannahöfn, og það eru myndalegi skúraklakkar víða í Skandinavíu og einnig í mið-Evrópu og köflum. En þegar komum hér til suðurs að Miðjarðarhafinu og suðaustur hluta álfunnar, sólríkur dagur þar í vændum og hiti yfir 30 stigum, og þá einnig við svona Spán og jafnvel suðurhluta Portúgals. Á Kanaríum nokkuð hefðbundið veður og líkt og verið hefur að undanförnum dögum, og svo endum við hér í Norður-Ameríku. Við sáum að hiti
víða yfir 30 stigum í Suðurríkjunum og einnig nokkuð heitt hér í kringum með vötnin miklu. En við skulum segja þetta gott að verið sæl.